Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008 sem friðlýst svæði og í dag tæplega 15.000 ferkílómetrar að stærð. Markmið þjóðgarðsins að vernda náttúru svæðisins og gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúrunnar og sögu svæðana. Hann á að stuðla að rannsóknum á svæðinu og fræða og leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins. Þjóðgarðurinn vinsæll áfangastaður ferðamanna sem vilja upplifa og njóta hinnar stórfenglegu náttúru. Fjölförnustu áfangastaðir þjóðgarðsins Jökulsárlón með tæplega 1 milljón gesta á ári. Skaftafell með 620.000 gesta á ári og Dettifoss að vestanverðu með 330.000 gesta. Jöklagöngur og ísallaferðir á suðursvæði njóta mikilla vinsælda, en frá september 2023 til september 2024 fóru yfir 260.000 manns í slíkar ferðir. Skaftafell byggir á gömlum grunni og býr yfir verðmætri sögu sambúð manns og náttúru. Gestir kjósa ýmist að staldra við í nokkra daga á tjaldsvæðinu og ganga fjölbreyttar gönguleiðir eða koma í stutta heimsókn og ganga að Skaftafellsjökli eða Svartafossi. Staðurinn hefur bæði yfirbragð fjöldaferðamannastaðar en staðir þar sem hægt að upplifa kyrrð og fámenni skammt frá og má þar nefna Bæjarstaðaskóg og Morsárdal. Álagsstýring í Skaftafelli að mörgu leyti langt komin með þeirri innviða uppbyggingu sem átt hefur sér stað í gegnum árin. Göngustígar, útsýnispallar og fræðsluskilti stýra umferð og svæðið þolir ágætlega hinn mikla fjölda gesta. Landvarsla virk á svæðinu sem lykilþáttur í að tryggja að álag sé innan þolmarka. Gjaldtaka hófst á bílastæðum í Skaftafelli árið 2017 og henni ætlað að kosta rekstur svæðisins, svo sem vegna landvörslu og fræðslu. Innheimta slíkra þjónustugjalda nýtist þannig óbeint við stýringu álags svæðið. Jökulsárlón og eystri og vestari Fellsfjara öðruvísi og hrjúfari áfangastaðir sem heilla marga og margt manninn allan ársins hring. Yfir sumarið kemur fyrir að bílastæði einfaldlega full, en árið 2023 hófst gjaldtaka á bílastæðum við Jökulsárlón sem virðist ekki hafa nein áhrif á þann fjölda sem heimsækir svæðið. Uppbygging innviða skammt á veg komin við Jökulsárlón, enda mun styttra síðan sá staður komst í eigu ríkisins og var friðlýstur sem hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. Svæðið undir miklu álagi og knýjandi þörf á frekari innviða uppbyggingu og stýringu álags. Ólíkt Skaftafelli þá Jökulsárlón eingöngu viðkomustaður daggesta. Atvinnustarfsemin á svæðinu mikil sem býður upp á þjónustu við ferðamanninn og fjölbreytta afþreyingu. Þjóðgarðurinn gefur út leyfi í formi samnings til þeirra sem vilja stunda atvinnutengda starfsemi á svæðinu. Aðferðir við úthlutun slíkra takmarkaðra gæða hafa verið í mótun og vinnan mislangt komin eftir tegund starfsemi. Ísallaferðir vinsæl afþreying á suðursvæði þjóðgarðsins, en ísallar í eðli sínu breytilegir frá ári til árs og náttúrulegt aðgengi og aðstæður misgóðar til móttöku mikils fjölda fólks. Stýring á fjölda við þessar aðstæður snýst ekki bara vernd náttúrunnar, heldur einnig öryggi og upplifun gestanna okkar. Vatnajökulsþjóðgarður bindur vonir við að umræðan á þessu málþingi verði verðmætt innlegg í ákvarðanatöku álagsstýringu þar sem hennar þörf til að tryggja vernd verðmætrar náttúru og einstaka upplifun ferðamanna.